Aukin kvikurhreyfing mælist á skjálftasvæðinu á Reykjanesskaga sem gæti verið undanfari eldgoss. Rúmlega 2000 skjálftar hafa mælst í dag. Helsta ógn við starfsemi Landspítalans fjöldi smita og sóttkví starfsfólks. Þetta segir framkvæmdastjóri hjúkrunar. Hátt í 100 starfsmenn eru frá vinnu vegna COVID. Viðbúið að álag aukist eftir morgundaginn, bæði vegna jólaveikinda og veirunar. James Webb sjónaukinn hóf í dag ferðalag sitt út í geiminn. Vísindamenn hafa unnið að smíði hans í 3 áratugi. Kostnaðurinn 10 milljarðar bandaríkjadala. Frans Páfi bað fólk að meta litlu hlutina í lífinu og sýna fátæku fólki meiri samstöðu í miðnæturmessu í Péturskirkjunni í gærkvöld. Og Katrín hertogini af Cambridge stal senunni í gærkvöld þegar hún lék í fyrsta sinn opinberlega á píanó. Hreindýrakálfarnir Garpur og Mosi í Fellum á Héraði hafa glatt unga sem aldna frá því að þeir fundust móðurlausir í vor. Umsjónarmenn þeirra vonast til að fá að halda þeim og setja upp hreindýragarð. Gott kvöld og gleðilega hátíð. Kvika farin að ryðja sér til rúms við Geldingadali. Óróapúls mældist þar fyrir hádegi í dag. Mikil skjálftavirkni hefur verið á þeim slóðum sem eldgosið braust út við Fagradalsfjall í mars. Yfir 2000 skjálftar hafa mælst frá miðnætti og sá stærsti 4,2 að stærð varð 7:30 í morgun. Skjálftarnir hafa fundist víða á suðvesturhorni landsins. Höskuldur Kári Schram, fréttamaður, við Veðurstofu Íslands þar sem vísindamenn hafa fylgst grannt með þróun mála. Höskuldur, talið líklegt að það fari að gjósa aftur á Reykjanesskaga? Já, vísindamenn hafa viljað spara allar yfirlýsingar hvað þetta varðar. Við vitum þennan óróapúls sem mældist í morgun og bara í dag eru þetta rúmlega 2200 skjálftar sem hafa mælst á Reykjanesskaga. Fáum aðeins smá kort á skjáinn og sjáum yfirliti yfir skjálftavirknina í dag. Grænu stjörnurnar, takið eftir þeim. Þetta eru skjálftar sem eru yfir 3 á stærð og þeir eru svona samþjappaðir hérna að því verið svona á þessum slóðum þar sem að eldgosið var við Fagradalsfjall. En hjá mér Kristín Jónsdóttir, eldfjalla og jarðskjálftafræðingur og hópstjóri hérna á Veðurstofunni. Hvað getur þú sagt mér stöðuna núna? Við erum að horfa upp á mjög svipaða atburðarás virðist vera og fyrir gosið sem hófst 19. mars á þessu ári. Við erum að horfa á mjög öfluga jarðskjálftahrinu. Hún þó ekki jafn öflug og svo sem var í febrúar og mars. En þarna virðist kvika vera að þröngva sér inn undir Fagradalsfjall, svipuðum slóðum, sjá mikla skjálftavirkni þar og svo líka gikkskjálftar sem hreinlega orsakaðir vegna þess að jarðskorpan að þenjast þarna út og það verður mikið þensla á stóru svæði. En þessi óróapúls sem mældist í morgun, kvikan að reiða sig til rúms, segir þetta okkur eitthvað aukna líkur á eldgosi? Já, við getum sagt sem svo að öll þessi atburðarás, öll þessi merki sem við erum að sjá, þessi mikla jarðskjálftavirkni, aflögunarmælingarnar og svo þessir óróapúlsar til marks það að það kviku þrýstingur þarna. Kvika að færast þarna inn í jarðskorpunni og á meðan að þessu stendur þá eru aukna líkur á eldgosi. Takk kærlega fyrir þetta og við munum að sjálfsögðu halda áfram að fylgjast með þessu máli en við látum þessu lokið í bili. Takk fyrir það, Höskuldur Kári. Landspítalinn býst við að álag aukist strax eftir jólin, bæði vegna almennra veikinda og fjölgunar kórónuveirusmita. Hátt í 100 starfsmenn spítalans eru smitaðir eða í sóttkví. Bakvarðarsveitin nánast fullnýtt. Kórónuveiran setti mark sitt á jólahald margra landsmanna því fjöldi smita á aðfangadag var nærri 500. Í sýnatökum gærdagsins reyndust 493 smitaðir innanlands. 70% voru ekki í sóttkví. Þá voru 29 smit á landamærunum. Nærri 3200 í einangrun og rúmlega 4000 í sóttkví, samkvæmt bráðabirgðatölum. Staðan á Landspítalanum nú svona hefðbundin jólastaða, nema það að núna höfum við COVID. Jólina þá venjulega útskrifast nú allir sem að mögulega geta verið heima hjá sér, þannig að það svona heldur róra yfir hjá okkur svona í þessari hefðbundnu starfsemi. Sjúklingar fengu jólamati í gærkvöldi og messu í beinu streymi. 11 liggja á Landspítala með veiruna,
4 þeirra eru á gjörgæslu og 3 í öndunarvél. Einn af þeim aðeins 16 ára. Sigríður sér fram á að innlögnum tækja fjölga strax eftir morgundaginn. Við vitum það að alltaf eftir hátíðarnar að þá eykst bara álag vegna almennra veikinda. Þannig að það er viðbúið að vera mikið að gera hjá okkur á mánudaginn. Og svo miðað við smittölunar að þá er viðbúið að fjölgi líka þeim sem þurfa að koma í eftirlit og jafnvel innlögn vegna COVID. Alls eru 92 starfsmenn spítalans í einangrun eða sóttkví. Þetta er nú kannski okkar stærsta ógn núna. Þegar að smitin eru svona útbreidd að þá heggur þetta bara í starfsmannahópinn og það gerist náttúrulega bara með skömmu fyrirvara eins og hjá öðrum. Hefur ykkur tekist að leysa úr þessu eins og í dag til dæmis? Það er bara daglega verið að leysa þetta verkefni og það eru fundnar leiðir til þess að gera það. Það hjálpast allir að. Við höfum aðeins fengið liðsauka í bakvarðarsveitinni en það er nú svona nokkuð tæmt og kannski bara komni til starfa þeir sem á annað borð eru í aðstöðu til þess að koma til okkar. Rúmlega 16.000 manns eru á sjúkrahúsum í Frakklandi vegna kórónuveirunar og 4.000 þeirra í gjörgæslu. Annan daginn í röð var slegið met í fjölda smita þegar rúmlega 94.000 manns greindust með veiruna í gær. Maður sem eyðir jólunum á sjúkrahúsi segist sjá eftir að hafa ekki látið bólusetja sig. Yfirlæknir gjörgæsludeildar sjúkrahúss í Marseille segir starfsfólkið örmagnaða þreytu og hann býst við því að smitum eigi eftir að fjölga næstu daga. 3 af hverjum 4 frökkum hefur verið bólusettur í tvígang og tæpur 3 fengið örvunarskammtinn. Hinn 52 ára Peter Sebath er eitt þeirra sem ekki lét bólusetja sig. Le fait que je ne me suis pas fait vacciner, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et si j'avais été vacciné, j'aurais pas été à ce niveau de réanimation. Donc le vaccin, c'est pas un danger. C'est une possibilité d'échapper à quelque chose de plus grave. Eiginkonan óttaðist líf hans. Cette semaine, je me suis vue veuve. Hein. Cette semaine, j'ai cru que j'allais le perdre. Je vous dis, j'ai cru que j'allais le perdre. Donc, le vaccin, faut arrêter de croire que c'est pas ni nécessaire, ni... C'est pas que c'est pas nécessaire, c'est indispensable. C'est vital. Leitar- og björgunarskipið Ocean Viking kom með 114 flóttamenn til hafnar í borginni Trapani á Sikiley í morgun. Fólkinu var bjargað á Miðjarðarhafi fyrr í þessum mánuði. Íslenskur starfsmaður borð í skipinu segir að þetta séu aðalega konur og börn. Það yngsta tæplega mánaðar gamalt. Rauði krossinn í samstarfi við önnur alþjóðasamtök gerir út skipið Ocean Viking en aðalhlutverk þess undanfarin ár hefur verið að koma flóttamönnum á Miðjarðarhafinu til hjálpar. Frá árinu 2019 hefur skipið sinnt hátt í 70 björgunaraðgerðum og bjargað tæplega 5.000 manns úr sjávarháska. Síðustu vikur hefur skipið verið við leit og björgunarstörf úti fyrir ströndum Líbíu. Brynja Dögg Friðriksdóttir er fulltrúi Rauða kross Íslands borð í skipinu. Fólki er að flýja af ýmsum ástæðum frá löndum í Afríku, meðal annars Eritreu, og fólki kemur frá Líbíu og fer á illa búnum bátum á Miðjarðarhaf til þess að freista þess að komast til Evrópu. Þessi bátar eru oft lélegir trébátar, opnir trébátar, uppblásnir gummibátar og eru bara alls ekki búnir fyrir svona sjóferð og þess vegna er þetta mjög mikil háskaför fyrir fólkið. Á fimmtudagi síðustu viku kom skipið 114 flóttamönnum til bjargar og voru þeir fluttir til Sikileyjar í morgun. Flestir eru við góða heilsu. Þetta voru konur og börn og það yngsta var 11 daga gamalt við fundum þau og það var eins og gefur að skilja mjög mikill léttir að fá að koma í land og fólk var mjög ánægt að heyra þessi tíðindið sem við gátum loksins flutt þeim í gær. Brynja segir að lítill tími hafi gefist til að halda upp á jólin borð í skipinu. Það er rauninni fátt sem að minnir á jólin hér. En það má hins vegar segja að náungakærleikurinn sé til staðar og þannig séð sannur andi jólana. Eldflaug var í dag skotið á loft frá geimferðastöðinni í frönsku Gvæjönnu í Suður-Ameríku með í för James Webb sjónaukinn sem ber nafn fyrrverandi forstjóra geimferðastofnunar Bandaríkjanna NASA. Vísindamenn frá 29 löndum hafa unnið að smíði sjónaukans frá árinu 1990. Hann vegur 7 tonn og kostnaðurinn er talinn vera 10 milljarðar bandaríkjadala. Hann leysir af hólmi Hubble sjónaukann sem á sínum tíma þótti mikið vísinda afrek og hefur verið í notkun í 3 áratugi. Framundan er mánaðarferðalag
og vegalengdin 4 sinnum lengri en til tunglsins. Vefsíða sem heldur utan dánatilkynningar og minningagreinar komin í loftið. Talsmaður síðunnar segir hana gjöf til þjóðarinnar. Það var Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands, sem opnaði vefinn formlega og stofnaði hann fyrstu minningasíðuna Jón Sigurðsson. Á hinum nýja vef ætlunin að halda utan minningar látna Íslendinga. Og þarna hægt að fara inn bara á minningar.is, fólki að kostnaðarlausu, og tilkynna andlát, streyma frá jarðarförum, skrifa minningar greinar, senda kveðjur, setja ljósmyndir, bara leyfa minningum að lifa. Vefurinn var upphaflega lokaverkefni 3 nemenda í hugbúnaðarverkfræði í HR, en með hjálp svokallara englafjárfesta var ákveðið að þróa vefinn enn frekar og bjóða öllum landsmönnum gjaldfrjálsan aðgang. Þetta gjöf til þjóðarinnar, þannig að fólk þarf ekkert að borga og þetta full fjármagnað nú þegar og þetta ekki hagnaðardrifið. Til að stofna minningasíðu þarf að skrá sig inn með rafrænum skilríkjum og höfundarétturinn þeirra sem setja efni á síðuna. Ólíkt Facebook til að mynda, þar sem allt efni sem þar fer inn í eigu bandaríska risans. Hingað til hafa fjölmiðlar boðið upp á dánartilkynningar og minningagreinar og segir Sirri vefinn viðbót við þá þjónustu. Við höfum útvarp, sjónvarp, blöð, miðlana og svo einhvern veginn á vefnum þá sameinast þetta allt saman. Þannig að þetta ekki til höfuðs neinum og það svo sannarlega pláss fyrir fleiri. Eldri borgurum á Hvammstanga barst góð gjöf á dögunum þegar þeim voru veitt lyklavöld að húsi í miðjum bænum sem þeir mega nota fram á sumar. Og þessa dagana auðvitað efst á baugi að gæða sér á smákökum og syngja jólalög. Það glatt á hjalla hjá þessum eldhressu húnvetningum sem hafa undanfarið komið saman í nýrri félagsaðstöðu á Hvammstanga. Brottfluttur húnvetningur á húsið og hann ákvað að bjóða eldri borgurum það til afnota næstu mánuði. Við höfum hugsað okkur að vera hér með ýmiss konar félagsstarf, söng og handavinnu og spilamennsku og bara hvað sem fólki dettur í hug. Þannig að við hlökkum bara til að bæta þessu við annað félagsstarf sem við höfum hér á svæðinu. Þetta var síðasta samkoma fyrir jól, en það stendur til að hittast aftur milli jóla og nýjárs. Þá verður lesið hérna úr einhverja jólabókunum og við kannski gæðum okkur á jólasmákökum og tökum lagið. Og þið ætlaði að vera hér alla vetur? Alveg örugglega, já. Og eftir að móta þetta svolítið. Þetta svona rétt að byrja. Þetta bara frábært. Þetta svona huggulegt og ekki á stórt og bara mjög notalegt að koma hingað. Og mér skilst að þú ætlir að stjórna þeir söngstundum af og til í vetur? Já, ég geri það, ger mitt besta. Hverri helgi fer fjöldi fólks til að skoða hreindýrakálfana Garp og Mosa í Fellum og Héraði. Umsjónarmenn þeirra eru vongóðir að fá að setja upp hreindýragarð. Á Vínlandi í Fellum búið að gera skemmtilega umgjörð aðstöðu til að skoða í návígi 2 hreindýrskálfa sem fundust illa haldnir á Fljótsdalsheiði í vor. Undanfarna mánuði hafa umsjónarmenn þar staðið í bréfaskriftum við stofnanir og ráðuneyti til að reyna að fá formlegt leyfi til að halda þá. Þessir kálfar komu til okkar pínu litlir, hefðu náttúrulega dáið bara, fundust móðuleysir og við erum búin að vera að reyna að fá leyfi. Við viljum gera þetta allt saman eins og á að gera það. Fyrst komu til okkar á annað borð, þá viljum við bara fá að hafa þá. Nýverið kom bréf frá Matvælastofnun þar sem segir að stofnunin leggist ekki gegn því að kálfarnir verði áfram á Vínlandi, en bentir á að stofnunin hafi ekki heimild til að veita leyfi fyrir slíku. Ekki sé heimilt að sleppa þeim lausum heldur, þar sem þeir hafa alist upp hjá mönnum. Þar segir jafnframt að reglugerðum dýragarða hafi enn ekki verið sett. Þeim á Vínlandi finnst við hæfi að hægt sé að skoða hreindýrin á Austurlandi, þar sem þau eiga heima. Við vorum bara allir græða á þessu og Austurlandi hefur svolítið verið að markaðssetja sig
náttúrulega út frá því að það eru hreindýr hérna og væri náttúrulega mjög gott að fá að sjá hreindýr í návegi á þessum stað sem eru hreindýr, ekki bara í húsdýragarðinum og við erum svo sem heldur ekki að hugsa þetta eins og í húsdýragarðin. Þetta verður bara von okkar að það verður bara afskaplega gæfir og sem þeir eru náttúrulega og allir geti fengið að klappa þeim og gefa þeim og svoleiðis. Mosi og garpur dafna vel, fá gott atlæti og eru undir eftirliti dýralæknis. Á jólunum fá þeir uppáhaldið sitt, hreindýra mosa og rúgbrauðsmola annað slagið. Við vissum alveg að fólki finnist þetta spennandi og gaman að koma og skoða hreindýr í svona návigi, en aldrei hefði mann órað fyrir áhuganum. Það eru örugglega 100 til 200 manns hver einustu helgi. Líka virkundu á morgnana, kvöldin, þannig að það er ótrúlega áhugi. Frans Páfi bað fólk að meta litlu hlutina í lífinu og sýna fátæku fólki meiri samstöðu í miðnætursmessu í Péturskirkjunni í gærkvöld. Færri í Betlehem þessi jól en oft áður, en margir voru við messu í Fæðingarkirkju Krists á aðfangadag. Frans sem orðin 85 ára messaði án þess að vera með grímu, en hann hefur verið duglegur að hvetja fólk til bólusetningar. 2000 manns hlýddu á boðskapinn í gærkvöldi en voru 200 í fyrra vegna COVID-19. Solo un povero bambino avvolto in fasce, con dei pastori attorno. E lì c'è Dio, nella piccolezza. Ecco il messaggio. Dio non cavalca la grandezza, ma si cala nella piccolezza. La piccolezza è la via che ha scelto per raggiungerci, per toccarci il cuore, per salvarci e riportarci a quello che conta. Miðnæturmessa var í Fæðingarkirkju Krists í Betlehem í Palestínu aðfangadag. Á hverju ári leggja þúsundir ferðamanna leið sína til Betlehem, en vegna ferðatakmarkana ísraelska stjórnvalda voru færri í borginni en venjulega. Tæplega 2% þeirra sem búa í Ísrael og á Vesturbakkanum eru kristnir eða rúmlega 200.000 manns. Í bænum Kvaragos, nálagt Mósul í Írak, söfnuðust kristnir menn saman til að hlýða á jólaguðspjallið. Þegar Íslamska ríki náði Mósul og sitt vald fyrir 6 árum, máttu kristnir menn þola ofríki þeirra og leggja á flótta. Hertogaynjan af Cambridge lék á píanóið fyrsta sinn opinberlega á sérstökum jólatónleikum sem teknir voru upp fyrir þessum mánuði og sjónvarpað var í gærkvöldi. Katrín lék undir með tónlistamanninum Tom Walker. Þátturinn í gærkvöldi var tileinkaður þeim sem höfðu þjónað samfélaginu á meðan heimsfaraldur geisaði. And she gave birth to her firstborn son and wrapped him in bands of cloth and laid him in a manger because there was no place for them in the inn. Thanks be to God. Og það var veðri, norðaustlæg átt gól eða kaldi, víða dálítil él, einkum norðanlands. Frost verður á bilinu 0 til 12 stig og það verður kaldast í innsveitum á norðausturlandi. Sigur Jónsson veðurfræðingur, hann fer nánar yfir veðurhorfurnar hérna að loknum fréttatímanum, en áður en við kveðjum ykkur, þá skulum við renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Aukin kvikurhreyfing mælist á skjálftasvæðinu á Reykjaneskaga sem gæti verið undanfari eldgoss. Rúmlega 2000 skjálftar hafa mælst í dag. Helsta ógn við starfsemi Landspítalans er fjöldi smita og sóttkví starfsfólks, þetta segir framkvæmdastjóri hjúkrunar. Hátt í 100 starfsmenn eru nú frá vinnu vegna COVID. Viðbúið er að álagið aukist eftir morgundaginn, bæði vegna jólaveikinda og veirunar. James Webb sjóningin fór í dag í ferðalag sitt út í geiminn. Vísindamenn hafa unnið að smíði hans í 3 áratugi. Kostnaðurinn er 10 milljarðar bandaríkjadala. Frans Páfi bað fólk að meta litlu hlutina í lífinu og sýna fátæku fólki meiri samstöðu í miðnæturmessu í Péturskirkjunni í gærkvöld. Katrín hertogaynja af Cambridge stal senunni í gærkvöld þegar hún lék í fyrsta sinn opinberlega á píanó. Hreindýrakálfarnir Garpur og Mosi í Fellum á Héraði hafa glatt unga sem aldna frá því þeir fundust móðurlausir í vor. Umsjónarmenn þeirra vonast til að fá að halda þeim og setja upp hreindýragarð.
Þessum fréttatíma lokið og næstu fréttir verða í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og svo hérna í sjónvarpinu klukkan 7 annað kvöld á annan í jólum. En þessum fréttatíma lokið, verið sæl og njótið jólahátíðarinnar.